Herra Aron Pálmason, nýr aðstæðarþjálfari FH, bara til hamingju með nýja starfi. Hvernig skeið þetta? Það er þetta langan aðdraganda? Já, takk fyrir það. Nei, sjálfur sér ekki. Ég er náttúrulega búinn að vera að vinna hjá félaginu núna síðan síðasta sumar og svona meira kannski bak við tjöldin og reyndar að koma aðeins inn á æfingar og hjálpa til. Bara svona verið til staðar, svo kom þessi hugmynd upp bara núna í byrjun vikunar í rauninni og hvort ég hefði áhuga á þessu að stíga bara ennþá meir inn og hjálpa til og það tók mig ekkert svo langa tíma að hugsa það. Hvað þú talar að þú ert búinn að vera að vinna bak við tjöldin, varstu þá í leikreiningu eða eitthvað svoleiðis? Já, leikreiningu og kannski svona meira að vinna í svona okkar þáttum. Ekki mikið kannski í mótherjunum, heldur meira að við erum með mjög ungt lið og skemmtilega stráka, þannig að gaman að það eru smá svona leir í þeim sko. Þannig að svona meira að fiffa það til hjá mönnum og reyna að hjálpa eins þar en svo líka bara svona almennt hvernig, ég segi nú ekki kannski beint hvernig á að reka þetta en svona bara umgjörð og annað, það er alltaf hægt að bæta þó svo hún sé frábær innan. Ég horfði að þú kíktir aðeins á Gumma Ben í september, þáttinn hans, talar að þú er ekki tilbúinn í þjálfun, hvað breytist á þessum 4-5 mánuðum? Já, sko, ég var ekki tilbúinn í þjálfun í síðustu viku, sko. Þú veist, það var bara... Jú, ég skal viðurkenna það, því ég hef verið að koma inn á æfingar hérna og svona, mér hefur fundist það miklu skemmtilegra en ég bjóst við. Og svo skulum við líka alveg átta okkur á því að ég er að koma inn svona sem aðstoðarþjálfari með Einari, sko, þannig að þetta er ekki alveg sama, hvað maður að segja, þetta er ekki 24/7 eins og aðalþjálfarinn. Bara gaman fyrir mig og þakkláttur fyrir tækifærið að fá að prófa þetta og gá hvort ég fíla þetta líka og já, mér finnst það gaman allavega í dag, svona, fyrsti leikur og fyrsti dagur á The Office, sko. Þetta leit ekkert vel út, eins og segir frumurinn á hliðarlínunni, þetta leit ekkert vel út þegar 5 mínútur eftir, settu bara einhvern flugir, förum aðeins í leikinn? Nei, já, sammála því. Selfoss spiluðu bara frábærlega og varði náttúrulega hrikalega vel í markinu hjá þeim. Gerðu okkur mjög erfitt fyrir, sérstaklega varnarlega og svo svona fundum við svör, fannst mér svona síðusta korterið á þeirra vörn og sem betur fer bara, já, gáfu þeir aðeins eftir í lokin. Við náðum að, töpuðu nokkrum boltum og þannig svona náðum við yfirhöndinni. Og þetta er bara, þú veist, erfitt að spila í kriganum og allt það en ég er allavega, ég sáttur með úrslitin en eiginlega ekkert annað. Faglegt þrátt fyrir slæma, ekkert slæma en ekki nógu góð spilamennska að klára þetta í lokin? Já, en þú veist, þetta er þá 3. leikurinn í röð sem við getum talað þannig og ég fíla það ekkert allt of mikið. Ég vil sjá miklu meiri gæði því ég veit hvað býr í þessu liði og það er eitthvað sem við þurfum að vinna vel í núna fram að næstu leikjum, augljóslega. Það er, talandi um næsta leik, það er alvöru, það er ekkert bara leikur, það er Hafnarfjörður undir, farið á Ásvelli, hvernig líst þér á það? Já, mjög vel. Svona þannig séð, reyndar svona pínu, hvað maður að segja, ekki kannski beint stressaður en svona smá áhyggjur með spilamennskuna okkar núna en eins og þú segir, Haukar FH Haukar, þá verða menn vel gíraðir en við þurfum alveg að vinna svolítið í okkar hlutum fyrir þann leik.